Já, hér dæmi svipað og dæmi 4 í kafla 4, að byrja svipað, reikna eitthvað út og finna síðan viðnámaþríhyrninginn og svo blað 2 finna spennuþríhyrninginn og síðan aflið. Við förum bara yfir þetta lið fyrir lið. Hér dæmið sem er gefið upp. Spennugjafinn er 8 volt, 400 rið. Spólan eins og við vitum hana, það er af 10 millihenry og viðnámið í rásinni er 30 ohm. Annað vitum við ekki. Og 400 rið því það strömmurinn fer hérna fram og tilbaka 400 sinnum á sekundu. Og við fer að þetta niður, það myndar sjósvið hérna, segir bara norðursvið hér og suður hér. Svo snýr hann við, strömmurinn, í náttina. Þá snýr sjósviðið við og það tekur tíma, þannig að strömmurinn senkar og það myndast fasvik. Ef þetta hér er spennan, það kemur stöfurinn hér aðeins og eftir og þetta hér á milli, það er fasvikshaldurinn. Þessu utan er það 40 gráður. En við byrjum bara að reikna það núna. Það er að segja, við þurfum að byrja að finna hvaða reiðströmsviðnám er spólað með við 400 rið ef við 10 millihenry. Hér er formúlan fyrir því. Reiðströmsviðnám á spólu er 2 sinnum pi sinnum f sem er tíðnin frekvensi sinnum l sem er 10 millihenry. L er bara það sem kallað spanstöðull spólu, þess að hvað segulum magnast svo mikið við þessa tíðni. Herðu, það er bara hérna XL. XL er jafnt á 2 sinnum pi sinnum 400 rið sinnum 0,01 henry. 10 millihenry í 0,1 henry. Þetta gefur okkur 25,13 ohm. 25,13 ohm. Við erum byrjað að finna í þessu verkefni að finna fyrst viðnámaþríhyrninginn, síðan spennuþríhyrninginn og síðan aflþríhyrninginn. Þeir eru allir eins laga sem því það er sama horn í þeim öllum og hlutfall hliðanna er það sama á þeim öllum. Það er að segja, það eru hlutfallslega alltaf jafn stórar. Ok, og þá er komið hérna að þetta viðnám hér er 25,13 ohm. Nú fer ég þetta hérna inn á þríhyrningana. R-ið, raunviðnámið, er alltaf x-ásinn hérna, sé hér. Hann er 30 ohm, það er bara ekki upp í dæminu. Við vorum að reikna það hérna, 25,13 ohm hérna er þessi. Og við vitum eftir hérna setuna, setan er viðnámið sem spennugjafinn sér inn í. Ef við myndum taka þessar 2 hluti hér í burtu, setja 1 viðnám hér í staðinn, með þessa tíðni, þá væri það sem setan er. Og setan hérna er jafnt á Pythagoras, það er bara 30 í öðru pluss 25,13 í öðru. Þetta er eitthvað tala. Þetta eru 39,13 ohm. 39,13 ohm. Það er hér 39,13 ohm. Það er þetta eina viðnám sem myndi koma hér í staðinn þessar 2 hluti hér. Og þá erum við að finna strauminn sem rennur í rásinni hér í. Og til að bara glogga okkar á þessu, þá getum við teiknað hérna bara, þetta spennugjafn bara nýtt hérna, 8 volt og 1 viðnám hérna sem þá 39,13 ohm. Þetta er 8 volt og hvað er I hér? Óslögmáli hérna, U deilt með I sinnum R, 30 svona. Við erum að finna I er jafnt og viðnám deilt í spennu. Þannig að I hér er U deilt með R, 8 volt deilt með 39,13 ohm. Það gefur okkur 0,204 ampere sem er jafnt á 204 milliampere. Og þau eru hér. Hér er I, 204 milliampere. Þau eru nú í spóluna, þau eru hérna, 204 milliampere. Í allri þessari rás eru allstaðar 204 milliampere. Og síðan þurfum við að finna, spennuna. Við vitum strauminn hér í gegnum hvern íhlut, gegnum spóluna, gegnum viðnámið og við vitum líka viðnámið. Þetta hérna eru 25 ohm, 30 ohm og við vitum sem sagt strauminn, viðnámið, þetta er spennufallið yfir hvern íhlut. En áður fyrir með það, þá erum við að finna hornið hérna, tökum það bara með rauðu hérna og við getum byrjað að finna hlutfallið sem kallað er kosinus phi og það er bara aðlagaskamhlið hérna, 30 deilt með langhliðinni, 39,13 ohm, þetta eru ohm
og þetta gefur okkur hlutfall og það sem sagt 0,766. Þetta verður kósinusfíið. Cos-fí jafnt á þetta og þetta hérna. Og til að finna hornið í gráðum þá breytum við þessu hér hlutfalli í gráður með því að gera arc-cos. Cos minus 1, 0,766 og fáum út 39,94 gráður sem er bara cirka, svona gárum því cirka 40 gráður. Fasvikið er 40 gráður eða 0,76. Það er að segja kosinusfíið sem er hlutfallstalan er jafnt og 40 gráður. Og þá erum við búin að finna hérna þessar tvær, það er að finna viðnámið í spólunni, viðnámið að gefa upp og svo reiknum við út viðnámið sem spennugjafan sér inn í, sem er þetta heildaviðnámið sem sér inn í. Svo fundum við hlutfallið hérna, kosinusfíið, deilum þessari löngu hlið upp í þessa stuttu, fáum það út og breytum því með arc-cos yfir í gráður. Ok? Og næst erum við byrjað að finna spennuna yfir hvert hlut spennan hér yfir og hér yfir vitum að spennan ekki þessu 8 volt en hver spennan hér og hér það fyrir að finna það út. Þá tökum við það hinn bara burtu. Nú ætlum við að finna spennurnar yfir spóluna og viðnámið. Og hér er ómslögmálið, spenna jafnt og setja hendinu U sem er svona spenna. Þannig að U XL spennan yfir spóluna er jafnt og I sinnum R. Straumurinn hér í rásinni 204 mA allstaðar og það er bara 0,204 ampere sinnum 25,12 ohm. Og spennan hér yfir, UR-ið, það er bara I sinnum R og það er 0,204 ampere sinnum 30 ohm og þetta gefur ykkur spennur og spólan er 5,12 eða 5,13 volt og spennan við viðnámið er 6,12 volt. Þið sjáum að samanlagt er þetta ykkur 11 volt eitthvað svoleiðis en hér er bara 8 volt og ástæðan það er fasvikið. Og hér er það spennuþrýtingurinn hérna. Spennan hérna yfir viðnámið er 6,12 volt hérna með grænu. 6,12 volt og hérna við spóluna 5,13 volt og spennugjafinn hann er 8 volt, það er bara gefið. Þannig hér er komið viðnámaþrýtingurinn, hér er komið spennuþrýtingurinn og nú erum við beðin að reikna aflið á hverri hlið hér og þá kíkjum við hérna svo afþrýtingin, tók þetta bara út og afþrýtingurinn watt I sinnum U og við þurfum að finna aflið hér og hér og hér og afl er alltaf straumur sinnum spenna. Hér heita þessar hliðar, það er að segja aflið sem eyðist í R-viðnáminu hérna, það er að segja spennan yfir R sinnum straumurinn í R og spennan hérna var 6,12 volt 6,12 volt og spennan hérna var 5,13 volt 5,13 volt. Það er að segja maður getur bara spennuna hér fyrir strauminn, fáum við aflið hérna, aflið hér og aflið hér og aflið, það heitaði vött og var og voltampere. Ok, við segjum hér bara aflspóla er jafnt og U-spóla sinnum I-spóla er jafnt og 5,13 volt sinnum 0,204 ampere og fáum út eitthvað afl hérna. Afl R er jafnt og U sinnum I 6,12 volt það voru volt þetta, 112 volt sinnum 0,204 ampere og fáum hérna út eitthvað afl og afl spennugjafa hérna afl spennugjafa er jafnt og U sinnum I spennandi spennugjafan er 8 volt og þetta bara, já 8 volt sinnum sami straumur 0,204
ampere. Og út úr þessu fáum við spennugjafinn hérna. Hann gefur okkur 1,63 og spólan, hún hér, hún gefur okkur 1,05 og R-ið hérna 1,25 og einingarnar eru, það vött hér og það var hérna og það voltampere hér. Þetta allt sama aflið, margfeldi af spennu og straum í hverjum íhlut, en það einingarnar heita þessum tveim nöfnum. Þannig að hérna þá 1,25 watt og hérna þá varið, það 1,05 var og voltamperinn voru 1,63. Þannig að viðnámsþrýstingurinn, spennuþrýstingurinn og aflþrýstingurinn. Og þessi hlið hér, það að segja aflið sem eyðist í R-inu, það það sem þið borgið fyrir. Þið borgið fyrir 1,25 watt, þó að rafmagn sem rennur hér fram, ekki sem við hér, það 1,63. En já, þið borgum bara fyrir raunaflið sem kallaðist það sem í R-inu. Þannig að, byrjum á að finna hvaða viðnám í spólunni, 10 millihendur í okkar tíðni, þá getum við setja þessi formúlu hér, fyrir viðnámið. Og þá getum við fundið viðnámið setuna með Pythagoras og þá veitum við spennugjáfanum og viðnámið sem sér inn í, þá veitum við strauminn og þá veitum við spennuna hér og spennuna hér, þá veitum við spennuna hér og strauminn, þá veitum við fundið hérna aflið hérna. Þetta aðferðin við að reikna dæmi, þar sem við að finna alla þrjá þríhyrningana og það sama hornið í völlum hérna. 40 gráður hér í völlum, cirka 19,96, 40 gráður, 40 gráður, 40 gráður, svona. Einfalt. Takk.